þetta efni sem Kristín ætlar að vera með mér hérna aðeins í, svona á hliðarlínunni, en við höfum í þessu kvintverkefni verið að rýna svolítið í hvað einkennir góða kennslu fyrir fjölþyngdarnemendur úr þessum kvintgögnum. Við erum sjálfur sér ekki að Plató sem við notum, það ekki sérstakt greiningar viðmið tengd þessum nemendum, en við erum að skoða hvað getum við notað úr þessum gögnum til þess að styðja við kennslu þessara nemenda. Og eins og við höfum heyrt í þessum málstofum kvintverkefnið, þá mjög flókið að skilgreina og meta gæði kennslu. Ég ætla nú bara að fara hratt yfir þessar glærur sem tengjast því. Það er búið að tala það aðeins í morgun og kannski einhverjir nýir eftir sem áður hér inni. Og ég vitna aðeins í Jóhann Örn og Berglindi Gísladóttur sem í þessum hópi sem hafa verið að skoða þetta út frá stærðfræðinni, og þau einmitt bara núna það fer að birtast grein eftir þau, þar sem hafa verið að fókusa svolítið á þetta, og þau leggja einmitt áherslu á það og við höfum gert það í hópnum að gæði ekki einhver fasti, og við höfum séð það svolítið í greiningunum sem Anna Kristín og Kristín voru að sýna í morgun að kennarar eru á svona ýmsu rófi í þessum gæða viðmiðum, og það algjörlega óraunhæft að búast við að kennari hámarki sig eða toppi sig í öllum gæða viðmiðum samtímis. Þannig að svo hérna önnur skilgreining sem við Anna Kristín tókum saman fyrir annað erindi, þar sem við vorum að tala akkurat þetta, og sem svona einföld bara skilgreining að bekkir eða námshópar sem ná hvað mestum árangri, þeir einkennast af virðingu, eins og þær kom inn á hérna í morgun, og skipulögðu umhverfi þar sem nemendur eru virkir eða iðnir og læra af mistökum sínum af kennara sem útskýrir flókin atriði á skýran máta. Og við Kristín höfum verið að skoða þetta svolítið út frá því hvað skiptir máli fyrir fjölþyngdarnemendur, og það einmitt akkurat þessi skilgreining kemur sér vel til þess að reyna að skilja hvað þurfa þeir sérstaklega. En þeir þurfa kannski ekki neitt sérstaklega, þetta bara gott fyrir alla nemendur að hafa kennsluna akkurat svona. En það sem við höfum kannski áhuga á og margir varðandi þennan nemendahóp að hvað þarf til að þeir nái sama árangri og aðrir í hópnum. Og Kristín, þú veist ekkur svo bara eins og þér sýnist á þessar vegferð. En þegar við erum að tala fjölþyngdarnemendur, að þá miðum við þessar skilgreiningar sem við höfum haldið upp í dæmis eins og frá Hagstofunni, að við erum að tala börn sem eiga íslensku sem annað móðurmál frá fæðingu eða sem viðbótarmál sem þau hafa tileinkað sér á lífsleiðinni. Og við sjáum að þessar tölur fjölda þessa hóps fer vaxandi, og þarna erum við að tala fólk af erlendum uppruna, og við sjáum árið 2001 voru þau skráð 3,6% í Hagstofunni, en eru núna komin í 15%. Þannig að við höfum svolítið áhuga á því að skoða hvað einkennir góða kennslu fyrir fjölþyngdarnemendur, og höfum verið að nota gögn úr Plató, greiningartækinu, sem að þau stöllur viðruðu aðeins hérna áðan, og ég ætla svo sem ekki að fara yfir það aftur, en efniviðurinn eftir sem áður þessar sömu upptökur úr 120 kennslustundum í 8. bekk, og þetta eru 10 grunnskólar sem við söfnum gögnunum í fyrra, og við höfum eingöngu verið að horfa á íslenskuna í þessari rýni. Og við fórum sérstaklega í við erum búin að greina öll gögnin í myndböndunum, allar kennslustundirnar sem hafa verið skipt niður í 15 mínútna bil, og við fórum í þá greiningu og tókum út 4 þætti í Plató greiningarramanum sem við teljum að geti gefið okkur góða mynd eða svona vísbendingar það sem okkur langar að skoða kennslu fyrir fjölþyngdarnemendur. En það sem sé sýnikennsla sem kallaði modeling í Plató,
Það hvernig kennarinn útskýrir námsefni og hvaða leiðir hann fer til að hjálpa nemendum að tileinka sér námsefni. Og bara eins og gefur að skilja, þá sýnikennsla gríðarlega mikilvæg fyrir nemendur sem ekki hafa full tök á íslensku. Síðan það þáttur sem við þýðum sem hvernig kennarar nota fagmál námsgreinanna, hvernig þeir nota hugtök og ýmist stuðningsefni. Og síðan það útskýringar á námsaðferðum og svo samræður í kennslustofunni. Og bara tímans vegna að þá ætlum við bara að draga út samræður í kennslustofunni, en kannski bara gaman að geta þess, eða áhugavert, að bara almennt í Plató-gögnunum okkar að þá til dæmis mjög lítið sýnikennslu í öllu þessum kennslustundum sem við erum að greina. Og það á við allar námsgreinarnar. En þá aðeins að samræðunum. Og við vorum með 10 skóla, munum við, og Plató sem sé, við greinum þetta á svona 4 stiga kvarða. Fyrsta til að fá 1 í Plató fyrir eitthvað ákveðið viðmið, að þá kennslan eða það sem við sjáum frekar svona, eða gæðin frekar lág, og svo stigvaxandi upp 2, 3 og 4. Þannig að best að fá 4 fyrir öll elementin, mati þessa matstækis. Og við sjáum í öllum gögnunum sem við greindum íslensku að við fáum, það dæmi úr 5 skólum af 10 sem fá 4 í einkunn fyrir samræður. Og þá tókum við þessi dæmi og við rýndum svolítið í hvað eiga þessi dæmi sameiginlegt. Og það það sem líka svo mikilvægt að gera, að það að rýna í góð dæmi. Og til þess að í rauninni draga fram það sem vel gert og hvernig við getum lært af þessum góðu dæmi. Og það sem þessi dæmi eiga sameiginlegt, þessi myndbandsbrot sem við skoðum, að kennarinn spyr opinna spurninga og hann gefur öllum færi að tjá sig. Nemendur tjá sig þetta mismikið, en það fá allir tækifæri til að tjá sig og hann sér til þess að allir hafi félaga eða séu í pörum eða hópi. Kennari sjálfur líka virkur í samræðum, en hann í rauninni fer ekki yfir strikið eins og okkur kennurum hættir þess að gera þegar við fáum orðið, og hann yfirtekur ekki samræðuna, en hann sér til þess að samræðan haldi áfram og grípur þá nemendur sem eru óvirkir. Og allir nemendurnir sem sé virkir, og þar sjáum við ferli sem krefst þess að þeir þurfa að hugsa, giska, ræða saman og viðra hugmyndir sínar og síðan að tjá þær sem það mikilvægasta. Þannig að hér í rauninni ávinningur allra vegna þess að námsefnið þarna rætt á forsendum nemendanna og sérstaklega þá hugtök og skilgreiningar sem við sjáum svo mikið í varðandi nám nemenda erlendum uppruna að þau eiga erfitt með að tileinka sér mikilvæg hugtök sem skipta svo miklu máli í námið og hefur alveg klárlega áhrif á það síðan meir hvernig við ná að tileinka sér nám. Já, við erum ekki með myndbandsupptökurnar sjálfar, en við erum hérna með svona skjáskot úr 2 skólum þar sem mjög ólíkar samræður áttu sér stað. Í rammanum til vinstri, þar eru einmitt nemendur saman í litlum hópum og þarna áttu samræður sér stað bæði í litlum hópum og síðan sem heild í bekknum. Og þarna voru 2 kennarar og þeir voru mjög virkir og hreyfðu sig mikið stofuna einmitt líka til þess að draga inn nemendur og gripu mjög markvisst á lofti það sem nemendur hafa að segja. Í hinum rammanum eru allt öðruvísi samræður, en þær voru þetta var lítill námshópur
og þið sjáu hvernig þið standa, ætla að vekja athygli ykkur á því að það eru, strákarnir eru vinstra megin og síðan eru 2 stelpur sem sitja hægra megin. Og þarna eru þau að ræða saman verkefni sem þau höfðu leyst fyrr í tímanum. Það var sem sé, þau unnu einstaklingslega og komu síðan saman sem hópur og voru að ræða ákveðna lausn á verkefninu. Og kennari stendur svo þarna fyrir töfluna. En strákarnir í þessari umræðu voru miklu virkari og hafi miklu meira að segja heldur í stelpurnar. En það sem kennarinn gerði að hann í rauninni dró þær inn í umræðuna, þær héldu sig svolítið til hlés og ætluðu kannski bara svolítið að vera þar, þó það þyrfti að vera þarna inn í hópnum. En hann var mjög svona virkilega lagði sig fram að fá fram þeirra sjónarmið og þær væru oft dræmar. Það svo sé það væri minna það sem þær höfðu fram að færa en hann tók hann með og sá til þess að þær tjáðu sig. Já, og svo þessi tenging við aðrar íslenskar rannsóknir sem við sjáum svo sterkt og í rammanum vinstra megin nú bara úr nýrri rannsókn sem þar sem voru viðtöl við nemendur erlendum uppruna og reynslu þeirra af námi í íslenskum grunnskóla. Og það mjög áberandi í öllum þessu viðtölum við þau að þau vilja meiri samræðum. Og þarna vitnað bara í beint í nemanda sem segir, mér finnst ég alltaf vera að gera verkefni í bók eða tölvu í staðinn fyrir að tala. En þannig læri ég miklu betur. Ég læri íslensku þegar ég heyri aðra tala. Og það bara í þessari rannsókn sem nýleg meistaraprófsrannsókn að þau kalla, þetta bara ákall hjá þeim, þau kalla eftir því að fá tækifæri til þess að nota tungumálið í kennslustundum og eiga samtal við nemendur, bæði til þess að læra íslenskuna og líka til þess að kynnast nemendur betur. Kristín, þú þekkir hitt dæmi betur? Já, það bara tilvitnun í starfsháttarannsóknina sem sko oft nefnd af því hún gefur góða yfirsýn yfir kennslu í íslenskum grunnskólum og þá sjáum við þarna að umræður eru vannýtt kennsluaðferð og ég hef ekki mikla trú að það hafi mikið breyst á þessum 5-7 árum síðan að gagna var safnað, en ég ætla að vekja athygli ykkar á þarna muninum eftir aldurstigum og það dregur úr að við notum þessar samræður til þess að nám fari fram og örva nám nemenda. Og þannig að 7% á unglingastigi það hérna lágt hlutfall. Já, og það akkurat þetta stig sem að tilvitunin í þennan nemenda, sem að einn að læra í bók eða tölvu. Að sjá, já, nú ég bara búin að fara sennilega hratt yfir sögu. Þannig að það sem að við viljum svolítið draga saman í þessu að við þurfum með einhvern hætti að efla meira markvissar samræður vegna þess að þar í rauninni ávinningurinn fyrir talandi þennan hóp nemenda, fyrir fjölskyldanemendur. Þau þurfa að eignast hlutdeild í vinnuhópana og í rauninni upplifa sem hluti á hópnum. Félagslega hæfni, það líka þáttur sem að við þurfum að hjálpa þeim við að komast inn í hópinn og efla sig þar. Og námsefnin sem slík að þjálfast í að vinna með hugtök og orðaforða og þekkingu á viðfangsefninu og almennt að nota tungumálið til að skilja og tjá sig. Þannig ég held ég hafi kannski farið allt og hratt yfir þetta, Kristín. Hvað sé tímavörðurinn? Tímaverðurinn bara mjög sáttur, þú ert algjörlega á réttum tíma. Já, ok. Með því móti gefum við fólki tækifæri á til þess að ræða þetta og jafnframt að smella sér á einhverja aðra málstofu í lokin. Við höfum 10 mínútur. Já. Nú ég búin að stoppa það ekki, deilinguna.